Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Leikfélag Menntaskólans á Akureyri að frumsýna á morgun Útfjör og til mín eru komnir 3 leikarasýningarinnar. Velkomin Oddur, Eik og Júlíus. Já, takk fyrir. Þið eru yngsta deildin, eða ekki? Þið eru að leika karaktera þegar þeir eru 10 ára. Jú, minn karakter sem sagt 6 ára. Ja, hann bara 6 ára. Já, ég 10. Og minn svona 8, held ég. Já. Hvernig hefur gengið að setja sig í þennan aldurs... Jú, svona þokkalega, sko. Við erum öll svo fersk og höfum gaman okkur öðrum. Já, algjörlega. Við erum eiginlega bara að fíblast á æfingum og höfum gaman af. Þetta svo stutt síðan þið voru þarna hvort þið að muna þetta allt. Segðu mér aðeins, Útfjör, þetta alveg splunkunýr söngleikur. Hver ætlar að segja mér aðeins hann? Já. Þú, Oddur? Hann sem sagt, þetta upprunalega bandarískur söngleikur og það hvað var hann ekki fyrst á Broadway? Jú, þetta byrjaði hana fyrir utan Broadway, sem fór þetta á aðalsviði í Broadway. Sló í gegn og fór þegar á Broadway. Nákvæmlega. Og svo vann þetta, hvaða verðlaun var þetta? Tony. Já, Tony-verðlaunin, sem eiginlega bara flottustu verðlaunin í... Söngleika bransanum. Ok. Og já, þetta hefur verið í spilunum á Broadway svolítið lengi og þetta Vitið þið hvað þetta gamalt verk? Ég held 2013 held ég var að fyrst setja. Þannig þetta frekar nýtt, sko. En það hefur aldrei verið sett upp á Íslandi áður? Það mjög mikill heiður að fá að setja það upp og mjög spennandi. Já, splunkun í þýðing. Já. Og það leikstjórinn okkar sem Dunda okkar. Dunda sem heitir Anna Gunndís Guðmunds en hún þekktust sem Dunda. Já, Dunda. Já, einmitt það. Já, og hún Hún þýddi textan og eiginmaðurinn gerði textan með henni, þýddi textan á lögunum með henni. Já. Og þetta bara magnað hjá þeim, sko. Já. Og þið eruð að syngja þá og leika, eða hvað? Já. Allir pakkin. Og ef við förum aðeins, þetta er spes viðfangsefni, en samt ekki. Þetta er bara fjölskylda. En samt ekki. Nei. Getið það aðeins útskýrt? Já, Eik. Já, Hverslags fjölskylda? Þetta er svolítið áhugaverð fjölskylda. Já. Það eru við 3 systkinin og síðan er 2 foreldrar, mamma og pabbi. Og þau eru með svona útfara stofu sem ég kalla Útfjör. Ok. Og og við komum fram í svona leikritið skiptir sig 3 parta eiginlega eða það sem við erum hoppa fram í tíma. Hoppa fram í tíma. Já. Við erum á yngsta svona skeiðinu og þar er bara gaman saman öll fjölskyldan. Allt og eðlilegt. Já. Ekki alveg. Oftast, já. Það er bara komið ljós. Og svo á miðskeiðinu þá fer hún Alison í háskóla. Já, svo sem að þú leikur. Nei. Sko, það eru 3 Alison og 3 manneskjur. Já, þú ert yngsta Alison en það er þinn karakter sem fer svo í háskóla. Já. Og það er önnur sem leikur hana og þá er svona sambandi þeirra á milli á þeim tíma og svo að lokum er alltaf allan tíman er nútíminn líka af því að hún sem leikur aðal Alison sem er svona fullorðin hún stendur alltaf inn á sviðinu og svona hún er að segja söguna hún segir söguna, hún er svona sögumaður Já, hún er að teikna teiknimyndasögu út frá bara sinni minningum og hún er hana og þetta er sannsöguleg saga Alison Bechdel, þetta er teiknimyndahöfundur og þetta er gerð eftir bók sem heitir nákvæmlega sama Fun Home og þetta er svona var hennar ævi svona var hennar ævi henni það er búið mjög skemmtilegt að kafa honi og sjá hvað, af því að húsið er til og allt þetta er til og það er rosalega gaman að skoða svona, hvernig, þetta er bara sannsöguleg saga. En er eitthvað spennandi, nú hljómar þetta eins og mjög bara venjuleg manneskja sem gerir teiknimyndasögur og hún gekk í gegnum ýmislegt, hún upplifði eitt og annað, má eitthvað segja það, hvað eða hvað er ég eitthvað að skilja? Já, hún er náttúrulega, hún er samkynhneigð. Hún er samkynhneigð, já. Og hún uppgötvaði það bara á ungum aldri og það er náttúrulega, þetta er svo óþægilegt tímabil, það er ekkert eðlilegt að vera samkynhneigð þá. Hún er svona að ganga gegn að fatta það og bara uppgöta allt. Já, sagan byrjar svona 1970. Já. Á þeim tímabili í Bandaríkjunum. Þá var hún 10 ára. Já. Og hún einmitt býr í svona smábæ í Bandaríkjunum, þannig að það er svona, það er fljótt að dreifast. Beach Creek í Pennsylvania.
Og þetta hefur bara slegið í gegn og þið ætlaði að fara frumsýna á morgun, syngja og leika í samkomuhúsinu og lögin eru frábær. Já. Heldur betur. Og þau eru alveg alls konar, eins og við syngjum hérna skemmtilega með rosa dansatriðum og rosa fjör og svo eru alveg stórkunnur, bara rosalega vel sungin lög með á... Svona ballöðurinn á milli. Algjörlega. Nákvæmlega. Það er allt. Það er allir pakkin. pakkin. Og gleði og sorg. Er eitthvað sorglegt? Það er sorg. Það er sorg. Já. Allir pakkin, sko. Já. Ok. En já. Þið eru búin að plana nokkra sýningar. Já. Núna á laugardaginn, eða sérst á morgun. Og svo, 3 í næstu viku? Já. Já, 50. fyrsta á laugardag. Já. Og svo aftur. Helgina eftir? Já. 50. fyrsta laugardag. Já. Þannig að það er að gera að drífa sig og græja miða. Já. Algjörlega. Þið ætlaði að fylla upp í rjáfur og alla sýningar. Já. Það er bókað. Já. Og miðasalan fyrir fram inn á mag.is. Það er þar, já. Ekki vandamáli. Nei. Og það kostar ekki nema 2.900 miðin. Þetta er gjöfin ekki gert. Það er alveg hárrétt. Já. Það er ekki annað hægt að Og hvað, þetta er 70. sýning Leikfélags Menntaskólans? Er það ekki? Las ég það ekki? Jú, það er hárrétt. Það er alveg magna. Ótrúlegt, sko. Eru þið öll á fyrsta? Nei. Nei. Ég er á fyrsta ári. Já, ég er á öðru. Og ég er á öðru ári. Já, hafið tekið þátt áður því strákar? Nei. Nei. Þetta var svolítið aðeins að stíga út úr þægindarammanum. Já. Og hérna negla sér bara í leikfélag. Já. Og ég hef aldrei leikið neitt svoleiðis áður eða komið fram einhvern veginn, en þetta er bara allt nýtt og æðislegt. Hvernig ákveður maður, ég ætla bara að kýla á þetta. Ég er ekkert mikið að leika en ég ætla bara að prófa það núna. Aðalega pressa frá mig og pappa, sko. Já, þeir sem yldi þér áttu þetta. Já, og ég sjálfur. Þeir hafa séð að það var eitthvað. Jú, einmitt. Þið langaði eitthvað smá. Ég hef bara sungið fyrir sjálf mig í sturtu, sko. Já, þau hafa heyrt það. Já, ætli það ekki. En Eik okkar er náttúrulega alveg stór stjarna. Eik er þrautreyndur. Jólastjarna 2013. Aldrei gleyma því. Já. 2014 eða eitthvað. Hún er alveg ótrúlega leikari. Gaman að fá að vinna með svona. Er það ekki? Jú, ægilega. Bara takk sem við leiðis. Takk fyrir. Herðu, við bara hlökkum til að fjölmenna í samkomuhúsi Algjörlega. á útfjör. Útfjör. Komdu í útfjör. Komið á útfjör. Komdu út. Og eitthvað að lokum annars? Nei, bara. Ætlaði að vera með aftur leikfélagar á næsta ári, var þetta það góð reynsla? Það er alveg klárt, Það er klárt mál. Já. Maður Það er þarf að reyna. Já. Einu sinni smakkað, getur ekki hætt. Já, algjörlega. Bara eins og Pringles. Já, bara alveg svo Takk kærlega fyrir komuna og Takk sem við leiðis. poi poi. Já, poi poi.